Komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að fjalla þess Jamaica. Fellibylurinn Melissa hefur farið yfir Karabíska hafið núna bara í síðustu viku og ég ákvað að fá hingað mannesku sem einmitt kemur frá Jamaica sem býr á Íslandi. Claudia Ashani Wilson, vertu velkomin. Kæra þakkir. Mér langaði sem bara að fá þig til að koma og segja okkur aðeins frá, bæði frá Jamaica, þú náttúrulega ólst þarna upp og líka bara frá svona hvernig eftirköstin eru af þessum fellibyl sem að nú hefur, eiginlega bara lagt allt í rúst þarna, það sennilega ekki of mikið að segja það? Nei, það sem sagt satt að segja að þetta er náttúrulega mjög erfitt ástandið þarna núna og það fór náttúrulega ekki fram hjá neinum að Melissa náttúrulega fór mjög illa með Jamaica og í raun sem sagt verst fellibyl sem hefur farið yfir eyjuna bara alveg frá því að ég man eftir mér. Þú veist, við vorum náttúrulega með fellibylun Gilbert þarna 1989 og þá var ég sem sagt að vera 6 ára þegar hann fór yfir og mann hversu, þannig að sem sagt fólk yfirleitt að bera þetta saman að þetta sé svona nærðu en ekki eins slæmt af því í því tilviki þá fólk hafi mist náttúrulega mikið eða miklu á þessum tíma en í þessu tilviki eða bara núna Melissa þá 1/3 af landinu eða eyjunu er bara í rúst og 70% af fólkinu á því svæði hafa mist heimilinu sínu og á þessu svæði er náttúrulega mikið landbúnað okkar og þannig að það eru sem sagt bara náttúrulega dýr og þarna eru allar, eins og ég segi bara landbúnaðin, það fer svolítið þar fram það hafi, við höfum náttúrulega mist það er bara allt lagt í rusni eða undir vatni. Ég er sem sagt þetta er kannski svona til að segja frá því ég er frá Montego Bay svæði og það er svona tilheyri vestur hluta landsins og en ég er frá staður sem er svona suður hluta Montego Bay eða St. James af því Montego Bay er höfuðborg af St. James og ég bý sem sagt eða ég kom frá ég ólst upp í svona uppsveitum þannig að þú veist fólki í kringum mig eru bara bondi og sem sagt og lifa á sínu bara á landinu já. Og þau hafa náttúrulega mist öllu sko. Ég hef ekki ennþá séð mitt æsku heimili bara sjálft af öllu sem ég hef séð og af nágrannum bara þar það virðist hafa ekki nást að taka mynd af húsinu mínu en sem sagt ég mér skilst að það er náttúrulega það er eyðilagt líka en ég er búin að sjá allt þarna skólar sem ég fór í bara allt frá leikskóla upp í menntaskóla það er bara basically það er bara lagt í rust núna. Bara allt farið. Kirkjuna mínar og bara allt, sko. Þannig að og bara sjá fólkið þarna setja meðal svona rustum og hafa ekkert náttúrulega hvergi til að fara. Veist, vanalega myndi kirkjur og skólar verið svona skjól fyrir fólk en það er ekkert þar heldur þannig að það er bara allt farið. Og eitt sem er kannski líka gríðarlega stórt og náttúrulega kannski hafa við flest þessum borgum að gera er að vegurinn eða vegarnir eru bara náttúrulega lagt í rust í mínu tilfelli þaðan sem ég kom. Það er eitt aðalvegur sem tengir okkur við miðborginni svona við Montego Bay borg og það náttúrulega hrundi og þannig að við getum ekki komast þar á milli nema það að fólk þurfa að vera að keyra mjög langa leiðir til þess að komast í borginni og það er erfitt að fá
bensín. Já, mitt. Og það líka erfitt að fá mat, þú veist, þannig að aðgengi að mat og bensín og rafmagnið farið og rafmagns línur liggur bara út all bara öllum vegum og bara ekkert þar sko, bara myrkri. Þannig að þetta búin að vera mjög þungt og erfitt fyrir mig að ímynda mér, þú veist, ég náttúrulega að sjá þetta af því ég horfa á þetta á hverju kvöldi, bara fólk sem búa á mínu svæði, einstaka fólk eru kannski að hafa náð tenging við netið og þau eru bara basically að sýna hvernig þetta en þú veist 95% af þessu fólki hafa ekkert engin bara úr sambandi í rauninu, bara ekkert samband við neitt eða neinum. Já, einmitt. Ég hef einmitt verið aðeins að fylgjast með fréttum það, nú einmitt sá bara í dag einmitt viðtal við hænsnabónda sem var bara að tína út úr hænsnabúinu sko, því það bara þau drukna bara geitur, ég sá bara fullt af geitum og kýrum bara dána því þau druknuðu. Veist að því oftast þá mynduðu reyna að bjarga þeim, náttúrulega setja þeim í skjól en þegar skjól náttúrulega fóru líka. Já, þannig að þeir hafa ekkert eftir, þú veist, við náttúrulega það mikið af ræktun, þú veist, við ræktum mjög mikið á þessu svæði og það allt eyðilagt, þú veist, fólki lifa á að selja náttúrulega sínar vörur en það bara allt farið. Já. Og ég var að tala við sem sagt alþingismaðurinn sem tilheyri svæði sem frá mínu svæði og hún sá ég líka í gær að hún var inn á þingið, jamaiska þingið að gráta, bara bókstaflega gráta að biðja að stjórnvöld myndi bara beina sjónum líka að þessu svæði sem ég þekki vel til að það gleymi stundum fólki sem í uppsveitum og bara aðalfókusin á borgina og það sé ég að gerast, þú veist, að ég búin að vera að heyra frá fólkinu það. Ég náttúrulega var að segja við þig áður en við byrjum að ég bókstaflega blöng núna af því bara hvert einasta aura sem ég hef ég verið að gefa fólkinu mínu þarna og jafnvel það sko til þess að nálgast peningarna sem ég að senda og allir sem bara mína fjölskylda út allir að reyna að senda þeim líka en þú veist að við getum ekki hjálpa öllum því miður að þá sem sagt þau þurfa að keyra náttúrulega alveg 4 tíma ég líka þetta við sem sagt að keyra frá Reykjavík til Vík í Myrdal til þess að sækja peningur og kaupa mat þannig að því það ekkert á násvæðinu til þess að fá í nágruninu til þess að fá sko. Já, þetta rosalegt en það einmitt kannski svæðin sem að þurfa þá mest á því að hjálpa að halda sem að bara skilin eftir. Já, akkurat og ég mjög hrædd það af því ég held sko að satt að segja, ég var svolítið hissa á hversu vel stjórnvöld virðist hafa byrjað að undirbúa eða svona að miðla upplýsingar til borgarana en síðan fatta ég að þetta væri bara til fólk sem á samfélagsmiðlum. Þess að þau voru náttúrulega miðla og allar upplýsingar við sjáum það en fólki sem upp í sveitinni þau sjá ekki neitt. Veist, og þarna var ég að tala við þessi alþingismaður ég sagði bara veist, það eitt sem ég dáist af með Íslandi þú veist þegar það kemur eitthvað upp að þá virðist sér að fólk bara skipulagið bara upp á 10 og ég nefndi sem sagt í COVID-faraldurinn sem dæmi. Þú veist að bólusetja heilt þjóð, hvernig þau fóru að því. Upplýsingarnir voru bara sem sagt fái upplýsingar bara með áreiðanlegum hætti og líka sem sagt þetta var bara svona hvernig þetta var gert, fannst mér aðdáunarvert að skipulagi var upp á 10 fannst mér, þetta bara svona mín skoðun á því en sem sagt þarna bara hver að sjá hvað svæði, hver veit þú veist, hún nefndi það við mig þessi alþingismaður að henni var sagt að biðja fólk að finna sér skjól í þessum skólum sem ég talar og einn af skólum, menntaskólum minn, byggingurinn þar, það farið. Hún talar að það 10% eftir af þeirri byggingu. Og það voru samt einhverju 30 manns að gista þar og hún sem sagt að byrja að gista þar á sunnudegi
og fellibylurinn náttúrulega fór yfir að kom alveg yfir svæðina á þriðjudegi minnum mig í síðustu viku, í síðustu viku. Og enn á fimmtudegi þá voru þau að fá fyrsta matinn til sín og hún sagði bara eftir það að hún hafi farið með mat til þeirra og það var ekkert eftir af því hún hafi treyst því sem að stjórnvöld sagði bara biðja fólk að vera þarna daginn eftir fellibylur mun koma aðstoð til þeirra en ég veit að geta ekki erfitt að lofa einhverju sem að augljóslega var miklu verri en allir hafi spáð fyrir eða jafnvel gera sér grein fyrir að myndi gerast. Því þarna náttúrulega í fyrsta lagi voru náttúrulega vegar þú veist bara hrundir vegarfarnir og þannig að þú veist, jú, það erfitt að komast en við erum með þyrlu farið þarna upp með þetta og hún að segja bara komdu með þyrlu upp hjálpa fólki af því það eru fólk þarna sem jafnvel bara hún nefndi fólk sem hafi dáið og það ekki ennþá hægt að flytja líkið í burtu af því enginn að koma á svæðinu til þess að hjálpa þannig að jú, alþjóðasamfélagið hefur svarað ákallinu fannst mér miðað við það sem að við höfum séð ég óskaði þess náttúrulega góð bara að Ísland mun slá þar í hópinn og hjálpa fólki þarna í neyð ég gerir alveg grein fyrir að ég gerir ráð fyrir að ef að Jamaica væri í þeirri stöðu þú veist að við náttúrulega viljum hjálpa alla þá myndu þau líka koma til móts við Ísland á svona erfiðum tíma ég alveg fullviss það en sem sagt bara að við getum bara reyna að hjálpa fólki þar Já, einmitt þannig að sem sagt viðbrögðin hafi ekki verið nógu góð frá stjórnvöldum hvorki á Jamaica né svona alþjóðlega eða hvað myndir að segja? Nei, þú veist, það ekki mín upplifun að sem sagt alþjóðlega samfélagið eða stjórnvöldum frá mismunandi ríkjum hafa nú svarað ákallinu. Bandaríkin hafi sendt fólk þarna, El Salvador til dæmis hafi sendt eitthvað 300 manns þarna í til að aðstoða og 3 vélar af nauðsynjar til fólksins þar. Það sem ég hins vegar mest að gagnrýna held ég hvernig stjórnvald síðan að koma þetta til fólksins sem í neyð. Það svona dreifingin sem virðist vera vandamál. Ég veit að augljóslega það sem komið og ég held að fólki sem eru þar núna að hjálpa frá út allan heim mun segja þér að það sem þeir eru komið með og það sem þeir sjáu bara lítið dropa í hafið miðað við það sem þurfa akkurat núna. Þannig að bara allar aðstöður náttúrulega vel þegnar að þessu stigi af því það margt eftir en það sem að mér finnst vera svona ábótavant eða svona vankanta dreifingu af þessu viðbrögð stjórnvalda þá, þú veist, sumir kannski þeir eru ásaka hvern annan að spila pólitík þarna í staðin fyrir að hjálpa fólki neyð en þetta bara því ég ólst upp á þessu svæði ég hef séð það, ég upplifa það að þetta kannski svæði sem við erum oftast náttúrulega síðast til að fá hjálp þegar svona hamfarir ganga yfir. Þú veist, þannig að það kannski það sem svona, hvernig ætlum við að bregðast við í þetta skipti og það lítur út fyrir að það mun vera með svipum hættu og hefur áður verið. Veit að það þú veist, ég get alveg ímyndað mér hversu erfitt þetta fyrir fólki sem að sinna þessari vinnu akkurat núna. Algjörlega. En að taka bara svona ráð og líka tillögum frá fólki, jafnvel bara í andstöðinu. Hvernig á að gera þetta? Ég þekki ekki pólitíkmálin að Jamaica í löngu hægt að fylgjast með það. Mér alveg sama það. Ég nú að hugsa fólk sem í neyð og vilja fá hjálp en það virðist vera að það sé eitthvað svona tit for tat leikarít í gangi og það svolítið að leika með líf fólks eins og ég segir, ég náttúrulega vil gefa allt sem ég get gefið en ég veit að það kemur ekki nærði að duga fyrir því sem raunverulega þarf akkurat núna. Akkurat.
þú sagði mér einmitt frá að þú hefur náttúrulega upplifað svona fellibyl áður. Já. Hvernig að vera í svona fellibyl? Bara svo ég spyrji. Ég var sko náttúrulega freka lítil. Ég var 5, en maður gleymir því ekki. Nei, þú veist að þetta var sko, ég var 5 ára að vera 6. Já. Þetta fór yfir. Og þarna sem sagt, ég bara man eftir að okkur var sagt að við þurftum að yfirgefa heimili okkar. Þú veist, það er það sem ég skil og ég var spennt af því við erum að fara einhver staður, skil ekki neitt. Og ég hef sagt við strákarnir mínum að það muna nokkar sekundur að þeir voru kannski, væri aldrei til vegna þess að ég var á baki hjá vinur okkar, eldri maður sem að þau hafi sagt að hlaupa með mér á þessu skjóli sem að við vorum bara svona kirkjan sem var alltaf svona síðustu bjargvætti fyrir okkur. En sem sagt, hann var með mér á bakið og bara ég held sko það er allavega ekki meira en myndi ég segja 1,2 metra að stóð tré fjall bara bak við okkur. Þannig að það muna, þú veist, ef við höfum fengið þetta á okkur, alveg augljóst að við myndum að þetta var rísa tré. Þess að ég fekk bara svona eitthvað smá skall í höfuð með svona, hvað er þetta, branches af trjánum, sko, en bara tré og við bara fór upp rætur og því og bara hljóðið við það. Þannig að þú veist, og þetta gleymir maður ekki. En þú veist, ég hugsa, ég fatt ekki þá. Hversu vel og bara hversu heppin við vorum þarna. Síðan við gistuðum þarna í þessu kirkju og ég svaf á borði þarna, og þau vildi bara setja eitthvað á borð og krakkarnir voru upp á borð. Og ég datt. Margt fólk? Já, bara allir í þessu hverfi. Þannig að þess vegna var þetta gaman, þú veist, að krakkarnir fá að vera undir sögum þakki í þorpinu. Eða þarna bjó ég í Kingston reyndar hjá frænku minni, þannig ég var ekki í sveitinni þá. Og ég var bara spennt og ég átti afmæli næsta dag, þannig að þetta var bara geðveikt næs, ég fatt ekki neitt í saklausinu mínu. Bara smá ævintýri. Ég datt á borðinu og vaknaði bara með stór kúli og fjölskylda mín talar það ennþá, þú veist að ég fekk gjöf, ég fekk bæði fellibíl og kúlu 89. En þú veist, fyrir það, sko, þá vorum við með náttúrulega fellibíl sem var með 1951 en þú veist, báðum skiptum, þá voru þetta hvað segja, svona 3. stig Já, þeir tala ég reynda að vita ekkert fellibíli. Nei, en þú veist, þetta er bara kröftugastu fellibíl sem hafi nú farið í vegina, sem sagt Melissa, 5. Þannig að þú veist, þó að það var verið að reyna að gera fólki viðvart hversu sterk þetta er og hvaða eyðileggingu mun hlýst af því. Fólk voru ekki alveg að fatta. Þú veist, við höfum heyrt þetta svo oft og ég fekk þá tilfinningunni og meðan sé sko stjúpappa mín sem ól mig upp og mínum systkinum að þá sagði ég við hann bara þú verður að yfirgefa heimilið þitt. Hann var bara upp í rúm mánudagskvöldið og ég bara, þú veist, þú ert ekki alveg að skilja hvað er á leiðinni til ykkar. Þú verður að fara. Og hann bara, nei, ég ætla að vera heima hjá mér. Og sem hann gerði, en hann var heppinn. Hann er ekki upp í sveitinni, hann býr í borginni. Hann var heppinn, eða svona rétt fyrir utan borginni, húsið hann skemmtist ekki, bílinn hann skemmtist ekki, en allir í kringum hann, bíl og hús eru farin, nema hans. Þannig að, þú veist, ég hugsaði bara, hann sagði bara, sjáðu, það er ég hefði átt að vera heima hjá mér. Ég vissi það. En þú veist, ég er mjög ánægð að hann sé heil á húfi, en þú veist, ég bara, þú veist, bara hjarta mitt er í mólum fyrir fólki sem eru það ekki. Og augljóslega ég hef áhyggjur að á næstu dögum mun fólk byrja að svelta. Þú veist, að vera þarna upp í uppsveitum og er ekkert að fá aðstoð enginn að koma til þeirra. Þú veist, þannig að þetta er bara engu líkt, alveg fordæmalaus en
ég held að sem sagt, það þurfi aðeins að breyta stefnu hvernig að reyna að ná til fólks. Já, nú sá ég bara nýjustu dánartölur, ég held að sé eitthvað rúmlega 30 á Jamaica sem hafa látist, og það kannski vanmetið, ég veit það ekki. Já, ég get alveg trúið því að það sé vanmetið, vegna þess að ef að þessar tölur ekki komin til stjórnvalda, þá þau ekki með. Og eins og ég segir, það eru fólk sem eru dáin í uppsveitum hjá mér og fólk hafa enn erfitt að koma líkin í burtu. Já, þannig að þau eru ekki með. Já, og kannski fólk sem hefur týnst og fólk sem hefur ekki enn fundið og ég er með ein frænka sem við vorum að verulega áhyggjur af því að við fengum það fréttir að sem sagt húsið hennar áin tók það. Þannig að bara og loksins hörum við frá henni og hún er náttúrulega fín. Já. Í lagi, ekki beint frá henni en bara frá öðrum sem þekkir til hennar og sagði að hún var í heila húfi. Já, en nú ég veit að Íslendingar vita ekkert gríðarlega mikið Jamaica og þetta er svona þannig að mér langaði svolítið að fá þið til að segja mér aðeins frá Jamaica. Já, sko Jamaica náttúrulega er fyrrverandi breska nýlendi. Já. Og við sem sagt erum ennþá náttúrulega óbeint undir Bretlandi, bresku krónuna og þarna erum við fengum sjálfstæði 1962 en sem sagt í stað drottningin eða núna kongurinn að þá sett inn svo kallaður Governor General og hann fulltrúi breska breska konungríkisins þannig að sem sagt hans hlutverk kannski svipað og hlutverkið sem forseti Íslands gegna hér meira svona táknrænt og formleg en ekki endilega kannski forseti hér hafa aðeins meira hlutverk að skrifa undir lög en hann bara þarna til að vera þeirra fulltrúi og það náttúrulega mikið talað að við eigum að vera lýðveldi og partur af þessu með kostingar náttúrulega var nýlega og Andrew Holness orðinn forseti aftur, forseti ráðherra aftur segi ég. En hann vill að Jamaica slíti alveg frá breska konungafjölskyldu. Og það var svo samtalið við fólk sem bara við viljum ekki vera lýðveldi og þá spyr ég hvað lýðveldi og þau áttar sig ekkert á því bara það að þau skilja ekki hvað þetta og vildi bara ekki vera það og en sem sagt þú veist, það stjórnmál náttúrulega á Jamaica hefur verið kannski svona stormasöm í gegnum tíðina en aðeins búin að róa sig núna það 2 aðalflokkar sem þar, það annars the People's National Party eða PNP og the Jamaica Labour Party þú veist, sem svona JLP þú veist, sem núna í ríkisstjórninni þú veist, og var fyrir kostningarna daginn. Hvernig eru þessir flokkar á pólitíska litrófinu? Já, ég myndi segja að PNP væri svipað og sjálfstæðisflokkur hér, svona hægri sinnu meira. Já, svona íhaldsamari. Já, en þú veist, en á sama tíma, þú veist, ég held að getur sett þau bæði í center, þú veist, bara svona, hvað segja, svona center, hægri, center, vinstri, þú veist, þannig og JLP sem við völd núna á að vera svona, kannski svona center, vinstri, þú veist, en þú veist, það sem kannski svona einkennaði mest að þetta bara svona fólk kjósa þeim ekki endilega út af þeirra stefnu eða það bara sem sagt hvað kallaði þetta, bara svona ekki ættgeng, heldur bara svona generational. Veist, ég kýs bara JLP af því fjölskyldunum mín, afa mín og ömmu og undan mér þannig að fólk slíti aldrei frá
þú veist, annarkvort ertu þarna eða þarna, þú veist ekki ennþá í dag af hverju þú ert að kjósa hver, þú veist, hvað munur á milli þeirra. Svona eins og fjölskyldur bara. Já, í raun, sko, þannig að þú halda bara í þínum fylgjendur og það byrja frá því hvað foreldrar þeirra og forfeðrum hafi kosið í gamla daga, bara í gamla daga, sko. Þannig að þetta svona þannig sem að þetta hvað myndi ég segja, svona, myndi ég segja svona einkenna mjög mikið pólitíska lífið á Jamaica, eins og ég segir, ég veit svo sem lítið það meira en þetta, af því að ég fór náttúrulega frá Jamaica, ég kom hingað náttúrulega ég með langar að segja, ég eyði náttúrulega öll mín fullorðins ár á Íslandi, ég fór alveg þannig að ég hef ekkert beinlega verið að fylgjast með hvernig þetta en þú veist að sjá hvernig þetta kannski svona deilu eða ósætti milli flokka að áhrif á því hvernig fólk að fá aðstoð, það svona það mjög slæmt, en þú veist ég bara ég var mjög hrifin af því að sjá þetta hvernig þau voru að reyna að koma upplýsingar á framfæri og líka sem sagt að vera mjög skipulag við erum að biðja aðstoð fyrir þetta. Ég held ég að við séð í gær fréttir það að þegar við náðum að safna í gegnum þetta Support Jamaica, það eitthvað sem ég náttúrulega mæli með að fólk styrkja ef þau vilja. Það Support Jamaica, það eitthvað hlækkarna sem að stjórnvald að segja ok, þú getur bara heita á þig hvað þú vill styðja fyrir mikið eða bara eitthvað sérstak, þú veist. Allt frá því að kaupa rafhlöður upp í að kaupa rúm eða byggja hús, þú veist, þannig að fólk ræður hversu mikið eyrnamerkt fjármagn fyrir eitthvað svoleiðis aðstoð. Það mjög góð ábending. Support Jamaica. Support Jamaica og ég kannski sendi þér hlækka því og þú getur haft þetta bara með. Síðan náttúrulega Food for the Poor Jamaica sem verið að gefa fólk að borða og ég borgaði inn á það sjóð líka. Þú veist, en aftur ég alltaf bara, en hvað með mitt fólk? Þú veist, og þegar ég að tala mitt fólk, ég ekki að tala fjölskylduna mína, ég að tala fólki sem frá mínu svæði. Og það bara erfitt að vita til þeirra og því ástandi sem En þú veist, við náttúrulega höfum bara svona vonandi að þetta verður ekki hluti af þessu en þú veist að sjálfsögðu náttúrulega hefur Jamaica glímt við efnahagslega áskoranir bara alveg fyrir þetta fellibíl. Það var margt farin að lagast, get ég sagt. Og meðan glæpatíðinu var farin að lækka alveg verulega. Það var farin að byggja aðeins upp. Byggja aðeins upp þarna, sko. Það greiðalega misskipting. Já, það það. Og þess vegna hef ég erfitt með þetta, þú veist, af því þessi miðskipting, þú ert að sjá það líka útlutin aðstöður og þannig að þetta kannski of snemma til þess að segja og mig langar að halda í vonina að það sé það sem að trufla frekar en fólk bara svona playing politics, þú veist, ég vona innilega að þetta sé það. En þú veist, spilling að sjálfsögðu náttúrulega hefur verið vandamál þar og þessi ójöfnuð út af þessi með miðskipting en sem sagt það eitt sem að við erum þú veist, kannski eitt sem að ég þekkir bara frá mínu fólki og þá ég að tala allir Jamaica búa, sko að við þrautseigja eitthvað sem að einkennir okkur og það náttúrulega glaðlynt fólk, þú veist að þrátt fyrir allt sem að gerast þarna, þú sér fólk ennþá með bros og vör og þau hafa, vonin ekki farin, fólk trúi því að þau mun fá aðstoð, jafnvel þó að það kæmi seint, þau mun fá aðstoð og flestir sem að ég sé fólk að tala við og það fyrsta sem þau segja bara ég misti allt en ég þakklátt fyrir að vera á lífi þú veist, þannig að þú heyrir þetta bara ítrekað og frá fólki frá fólkinu, þannig að ég svona og bara von góð ég leyfi mér að vera það þó að ég pínu hrædd hvað ég búin að vera að sjá
en sem sagt samt sem áður bara svona reyna að halda í vonina, þú veist, fólk almennt bara hlýtt og vilja hjálpa nágrannum sínum, sjá mikið af þessu líka, allir að koma til aðstöðar, og þú veist, þetta bara eins og fólki sem ég held að við séð ein ung stelpa þarna sem mamma hennar dáin úr fellibylinu og hún veit það ekki og ég held að hún gæti verið svona 3 ára eða eitthvað, hún skilur það ekki ennþá mamma hennar sé dáin, en það bara nágrannar sem hafi komið og tekið við hana, þú veist að og þetta kannski einkenni því sem að ég þekki líka, þú veist, þarna þegar ég var allast upp, þegar ég var að á mínum æsku árum að þá þetta var bara við alin upp af öllum, þú veist, bara allir taka þátt í uppeldi barnanna, þú veist, takes a village to raise a child, bókstaflega, og fólk bara heldur í það, sko, þú veist, ég þannig, þú veist, eins og þú þekkir væntanlega þá tónlist náttúrulega partur af okkar lífi stórt og jafnvel í þessu ástandi fólk næri nota sína rafhlöðu til að hlusta á tónlist á mjög erfiðum tíma. Lyfta andanum til að akkurat. Já, ég kynntist sjálf þegar ég bjó í Bretlandi frá 1992 til 1999 og það kynntist ég innflytjendum sem höfðu komið með Windrush og þannig ég fæ alveg gæsahúð þegar hugsaði með mitt þetta það bara þeir halda í þetta element líka þú sér það bara í þessu eins og ég segi, ástandið og aðstæðunar eru þar erfiðar mjög, en þú veist, þú heyrir samt bara fólk bara syngja og hlæja og bara reyna að lifa frá degi til dags en sem sagt, það eru náttúrulega einhverjar orð Jamaica, hvað heitir out of many one people Jú, passar, þetta okkar slagord akkurat, eða úr mörgum eitt fólk eitthvað slíkt, og það kannski það sem að eins og fólki sem eru að hjálpast að þarna núna í dag sem koma víða að þeir tala það að finna sig eins og þau sé jamaisk, þú veist, orðin, sko, og hafi fengið nýtt fjölskyldu af því, þú veist, fólk þar eru bara, þú bara tekin inn strax og það var það voru einhverja konur sem hafi farið þarna frá Bandaríkjunum í eitthvað svona yoga retreat, þú veist, og þær voru að gista í einhverju villu og þegar fellibylurinn náttúrulega yfir og starfsfólkið þar náttúrulega fóru heim til sín en það bara allt eyðilagt hjá þeim, þannig að þeir komu tilbaka þau ákvað sem sagt að fara heim og sækja fjölskylduna sína og gista þar af því þetta ætti að vera betri hús heldur en þar sem að þau búa og eigandurinn leyfðu það, þannig að þú veist, við erum að tala þau sagðu bara kokkarnir, garðyrkjufólki, þú veist, hvað er þetta, þjónar bara sem eru þarna, þannig að allir koma aftur tilbaka með sína fjölskyldu og þau voru bara að gista, bara stór fjölskyldu þarna að bíða þetta af sér, en náttúrulega hann kemur og tók náttúrulega þakkið af húsinu hjá þeim og það bara allir þar að reyna bara svona að lifa þetta af og þau voru bara allir hrædd, en sem sagt þau sögðu bara hvernig þetta fólk hafi bara sett þeim einhvern veginn í fyrirrúmi að reyna að hjálpa þeim og róa þeim og þau voru þar bara nokkrum dögum eftir að hjálpa stað að þrífa og taka til og bjarga því sem hægt að bjarga og síðan fóru þær aftur heim. En núna þetta bara fjölskyldu þeirra af því þau hafi náttúrulega 1 tíma saman og mjög erfiðum stund og bara lífsreynsla að allir óttast hörmungar saman akkurat, fara í gegnum þetta þannig að þetta bara þannig sem að þú veist, við erum náttúrulega valin sem hjálplegustu þjóð heims þú veist, og ég að sjá það bara af fólkinu þar í dag hversu mikið sumir sem hafa ekki neitt samt sem áður að reyna að hjálpa nágranna sínum þú veist, þannig þetta svona alvöru samfélag. Já, þetta einkennir okkur alveg og á tímum sem þessu, það svona áminningum hverjum við erum, sko. Að sjálfsögðu náttúrulega eins og má búast við, það náttúrulega óprúttir aðilar sem mun reyna
að gera eitthvað, þú veist, eins og sumir hafa verið að stela af þessum vörum eða hjálpargögnunum. Þau voru bara að stela eitthvað af þessu. Já. Þannig að þú veist, það kemur alltaf fyrir að slíkt fólk sé til því miður. Já, það bara allstaðar hvert sem að fyrir heiminum. En meiri hluta fólks þarna eru bara, þú veist. Já, að reyna að hjálpa öðrum og deila með sér akkurat, akkurat. Bara frábært að fá þessa fá þig hingað og mér langar kannski líka bara að spyrja þig lokum. Nú kemur þú náttúrulega til Íslands sem, hvað varstu gömul þegar þú Það var ekki að spyrja konum aldur sem Nei, en ég kom 18 ára og er náttúrulega 42 ára í dag þannig að þú veist, ég eyddi öll mín fullorðins ára á Íslandi þú veist, En hvernig fannst þér að koma hingað? Þetta eru náttúrulega Já, náttúrulega menningarsjokk þú veist, ég kom hápunkt veturins það var jólin og var að sjá snjó í fyrsta skipti og upplifun það var náttúrulega merkilegt í sjálfu sér sko og það að sjá sól og loksins sjá sól en það var snjór úti þannig að sjálfsögðu fór ég í stuttbuxum og stígvél og opnaði hurðina og bara lokan alveg hægt og rólega tilbaka og síðan var ég að spyrja pappa strákana mína á þessum tíma ég bara hringdi í hann og ég bara notabene ég ung og ég ekki vitlaus en engar síðu þegar þú hefur ekki reynslu af einhverju þú veist, að sjá þetta náttúrulega í sjónvarpinu þú veist, romantískum bíómyndum það náttúrulega gleymdi að segja maður að snjórinn mjög kaldur þannig að ég hringdi hann og bara spyrja hvernig stendur á því að sólin á Íslandi virkar ekki þetta er besta spurning sem ég veist og þá sagði hann þá þarf ég að kenna þér eitt á Íslandi höfum við eitthvað sem heitir gluggaveður þú ert að fá þitt fyrsta gluggaveður og ég var ráður bara býti sól alveg á fullu að skína það kemur engin hiti frá henni þannig að þetta var upplifun síðan náttúrulega menningarsjokkið að borða sumt af þessum matnum sem að mér finnst bara ég get ekki lífað á hann í dag það er ekki jól fyrir mig án þess að ég sé að borða skötu sko. þannig að hver er Íslendingur en nú? Já, nákvæmlega, ég snert ekki skötu sko, skammistilegt, nei ég verð að borða þetta, ég verð bara í COVID-inu sko, eins og þú veist það var náttúrulega flest aður bara lokaðir þannig að ég fer yfirleitt út og reyna að fara að borða með einhverjum en þarna í COVID-inu að þá panta ég bara, ég man eftir því frá einum veitingahús sóti og maðurinn var að segja við mig að þú kemur ekkert inn í íbúðina með þetta og ég bara, jú, víst en ég var sett inn í herbyggi sér, lokaði af og borðaði mína skötu og síðan hann var svo kvikindislegur að hann fór út fyrir gluggan af því það gat séð inni og er að taka mynd af mér bara mjög en mér er alveg saman, ég verð að fá þetta og en í síðastliðin ár hef ég verið að fara með strákarna til frænku þeirra og þannig að þau fái líka að hittast fransískennin og við borðum saman og spjalla og ég er mjög þakklátt fyrir það að halda í þeirri hefð get alveg sagt þér það að afi minn var látin elda skötuna sína út í bílskúr af því amma mín þoldi ekki lyktin af henni sko. Hann var að vestan en hún var úr Reykjavík úr bænum, bara of snabb fyrir skötu hún gæti ekki lyktina sko, þannig að hann var með svona hellu út í bílskúr en flestir gera það núna, það ekki bara elda þetta náttúrulega úti kom hann með þetta inn á disk Nei, ég er með sérstaklega skötufatnað þannig að ég bara dustaði í ríkið á hverju ári Þú ert bara all in í skötu og borðaði skötuna mína þegar ég kem heim þá fer ég bara úr því og fer beint í styrtu og því enginn fíla lyktina en ég sá ánægður strákarnir mínir, þeir borða þetta ekki beint en þeir mæta samt í skötuveisluna með mér sko.
Já, ég er nefnilega mannaði hérna þegar að því ég bjóð í London og elsta stelpa mínu fædd þar og hún einmitt pabbi hennar frá Jamaica en hérna hún einmitt kom hérna heim þegar hún var 3-4 ára og einmitt fór hún í skötuveislu með mömmu minni sko. Henni fannst þetta mjög merkilegt. Lyktin ekkert sérstök en hún var bara glöð með þetta sko. En hérna, en þetta en hins vegar sko, fyrst við erum að tala mat þá var ég alveg til að fá Jamaican mat, þegar ég var sem sagt fyrir fertugsafmælinu mínu þá fannst mér sko, þú veist, ég hérna hugsa með þetta að ég hef verið mjög lánsöm og ég segi það bara alltaf, þú veist, auðvitað hef ég þurft náttúrulega að vinna fyrir mínu en ég held að Ísland hafi gefið mér bara mikið tækifæri til þess að blómstra og vera ég, þú veist, sá sem ég í dag og ég mjög þakklátt fyrir það. Og þú ert, fyrir þá sem ekki vita, þá ert þú lögfræðingur. Ert þú ekki fyrsti erlendi ríkisborgarinn sem að tekur lögfræðiprófið? Já, fyrstu kona af erlendum uppruna út af Evrópu. Þannig að, en sem sagt, í þessu tilviki að þá sem ólst náttúrulega ekkert upp á Íslandi þá. Já, þú veist, en sem sagt, í mín, þess að þarna þegar ég var fertug að þá hugsa ég hvernig get ég gefið tilbaka til samfélagsins og þar vildi ég sem sagt heiðra fólk sem mér finnst hafi svona fólk af erlendum uppruna sem hafi verið að gera gott í íslensku samfélagið og hérna frá úr ýmsum áttum, þannig að þú veist í viðskiptalífinu, bara í félagslífið og bara menningu, íslenska menningu og eitthvað slíkt og hérna heiðraði þau fólk sem að mér fannst hérna hafi gert gott og eru mikið fyrirmynd fyrir börn af erlendum uppruna sem eru hér Íslandi, og hafi verið líka fyrirmynd fyrir mig, þannig að ég heiðraði þeim og bauð sem sagt 200 manns í veislu. Það sem að ég var að elda jamaískan hérna veisla og þar var ég náttúrulega með jamaískan mat hérna alveg í 200 manna veislu. Varstu með saltfisk? Nei, ekkert saltfisk í því en það var jerk chicken, það var hérna curry gate og það var hérna rice and peas og uxala, þú veist, eins og við eldum það, þú veist, það voru svo margir að spyrja mig hérna þetta var ógeðslega góð matur, má ég spyrja, hvað var þetta þarna? Og þegar ég segja þeim að þetta væri uxala, þú veist, fólk hefur aldrei vitað að það er hægt að elda þetta með þessum hætti eins og við gerum. Og hérna, þannig að þetta var, sem sagt, ég átti vona á kannski hérna einhverju 70 manns eða svo myndi mæta, en bara svona stutt í veisluna þá byrja ég að fá fyrirspurn hvort að makar getur komið með í sögum tilfellum og síðan bara þessi og hérna og svo enda ég með eitthvað hérna nær 200 manns í veislu. Þetta var heilt þorp en ég hugsaði, veistu, þetta bara lítið við það sem að þetta land hefur gefið mér og mér langar bara sem sagt að deila jamaíska menning með Íslandingum, kunningjar og vinum og fjölskyldu á þessum degi og líka gefa tilbaka til samfélagsins. Þannig að ég sem sagt stofnaði þá mentor verkefni sem snýst það að mentora þá krökkum af erlendum uppruna sem vilja kannski fylgja mín spor eða einhver annar sem þeim líti upp til hvort sem það að vera lækni eða lögfræðingur eða kokkur eða flugmaður, bara hvað sem það þannig að ég sem sagt hef verið með nokkur börn núna sem eru ég er búin að vera mentora og það alveg dásamlegt, þú veist, að geta verið þarna til staðar fyrir þau þegar þau leita til mín og slíkt. Já, einmitt. Það bara frábært að minnast á það verkefni. Það heitir YOFAM. YOFAM? Já, Youth of Foreign Origin. Mentor. Já, einmitt. Já, það bara, við hvetjum fólk til að kynna sér það. Já, sjálfsög. En Klódía, það hefur verið dásamlegt að tala við þig og ég bara vona að við getum kannski hóað í þig aftur og fengið fréttir. Já, bara takk fyrir. Já, algjörlega. Já, takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Takk.
og við höldum áfram hérna við rauðaborðið eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is